Eftir að skriðurnar féllu í Seyðisfirði stuttu fyrir jól 2020 hafa augu jarðfræðinga og annarra ofanflóða sérfræðinga beinst enn frekar að því að finna út hver saga skriðufalla á þessu svæði. Við hittum einn þessara sérfræðinga, Árna Hjartarson jarðfræðing, þar sem hann var að rannsaka svæðið þar sem kumlin fundust á Seyðisfirði fyrr í haust. En Árni gjarnan fenginn til þess að skoða þegar saga og jarðfræði fléttast saman líkt og þarna. Hvað var það skriðurannsóknirnar, þá það þannig að ofanfalladeild Veðurstofunnar hefur verið með í gangi rannsóknir hérna á Seyðisfirði, bæði hvað var það snjóflóð og skriður. Og ég hef oft verið með þeim hér á undanförnum árum við þessar rannsóknir vegna bara gamallar reynslu minnar í skriðum og berghlaupi. Hvernig blasti það við þér svo í desember á síðasta ári þegar að skriðurnar féllu hér? Já, það blasti þannig við mér að það kom okkur náttúrulega á óvart. En samt sem áður að þá höfðum við skoðað skriðu ummerki hérna í firðinum úr þessu fjalli hérna, Strandartindi og hlíðinni þar fyrir neðan neðri botnum. Skriður sem að fallið höfðu á forsögulegum tíma, allstórar út í sjó og þannig að við vorum svona búnir að gera okkur nokkra grein fyrir skriðufallasögunni og hvað gæti gerst. En þrátt fyrir það þá kom þetta okkur í opna skjöldu, sérstaklega stóra skriðan þannig til Búðarána. Enda hafði það ekki hreyfst neitt í árþúsundir. Hvað heldur þú hafi svo ítt þessu stað? Já, það var nú reyndar alveg augljóst í fyrra. Það var rigningin. Það var yfir 100 millimetra úrkoma dag eftir dag, 5 daga í röð og það ákaflega fágætur veðuratburður og kannski endurtekur sig ekki nema á mörg þúsund ára fresti og það var það sem kom skriðanum af stað. Hvernig líst þér á þessa hóla eða botna sem talaður sem eru þarna hinum megin? Eru þeir varhugaverðir? Já, þeir eru varhugaverðir og það hafa menn svo sem gert sig grein fyrir lengi og bæjarbúar og bæjaryfirvöld hér hafa náttúrulega vitað af þessu síðan hafa farið af stað þessar rannsóknir sem hafa síðan svona skýrt fyrir mönnum þessa skriðufallasögu og nú eru bara í gangi áætlanir og vangaveltur það hvernig megi svona sporna við því að svona skriðufall verði. En það sem að verið að gera hérna tengist líka þessu sama skriðuvörnum. Þegar ákveðið var að hefja framkvæmdir við skriðuvarnagarð var ýmislegt sem kom á óvart, meðal annars að skriður hefðu fallið þarna megin fjarðar í kringum árið 1400. Það er merkilegt að þegar menn fara í að byggja skriðuvarnagarð og þá eru gerðar forathuganir hérna á þessum minjum sem hér eru og þá kemur í ljós að það hafa einmitt fallið skriður miklar þar sem að skriðuvarnagarðarnir eiga síðan að koma. Og menn vildu skoða gamla bæjarstæði hérna í Firði sem það er landnámsbærinn, þar sem að Bjólfur sjálfur bjó. Þegar farið var að skoða það í fyrra að þá kom í ljós það voru gerðar svona könnunargryfjur þarna í túninu við bæinn, það var ekki farið að grafa í bæjarhólinn sjálfan. En þá kom í ljós skriða sem menn vissu ekki af. Sem fallið hafði á sögulegum tíma og gjóskulögin sem við förum eftir, þau sýndu að skriðan hafði fallið rétt 1400. Veiðivatnagjóskan frá 1477 líkur ofan á skriðunni, Öræfajökulsgjóskan frá 1362 líkur undir skriðunni og hún sjálf þarna mitt á milli svona rétt 1400. Þá hefur hún fallið. Heim yfir túnið og heim undir bæinn og nú á eftir að grafa upp bæinn sjálfan þannig að þá geti komið í ljós hvort eitthvað tjón hefur orðið þar. Það er ekki víst. En jafnframt þá sáu menn að það hafði líka fallið skriða fyrr, svona miðja 12-öldina. En athyglin beindist nú ekki að henni mikið í fyrra, hún virtist ekkert vera stór, en núna í þessum rannsóknum sem hér er verið að gera, þá kemur það í ljós að þetta hefði verið stærðar skriða. Svona rétt 1150 eða það sem
ártal sem við erum með núna í huga að hefur komið hérna og fallið yfir túnið og yfir eitthvað af túhúsum sennilega og yfir gömlu kumlin sem hérna voru og fornleifafræðingarnir vita allt um. Ef við horfum aðeins á Seyðisfjörðinn í heild sinni, hvar eru svæðin sem aldrei hafa fallið skriðu? Ég var að fylgja Vilborgu Dagbjartsdóttur, skáldkonu, til grafar í gær og hún frá Vestdalseyri sem hérna út með firðinum að norðanverðu og þar á eyrinni hafa ekki fallið skriður og ekki fallið snjóflóð, það er dalsminnið fyrir og það er góður staður og það nýtur sólar lengi líka hér í firðinum.